barátta Vógsins eins og við höfum séð hana núna síðustu ár og síðustu svona stuttu áratugi barátta fólk sem að sjálft ekkert endilega og oft á tíðum alls ekki neitt jaðarsett eða exklúderað. Þetta barátta fólks sem að hefur oft mjög hátt menntunarstig, hefur aðgang að störfum í samhengi við það menntunarstig sem það hefur, tilheyrir oft fjölskyldum þar sem að bara ágætis ástand á félagslegu og efnahagslegu kapítali og þetta ekki barátta sem að kemur að neðan, þetta ekki barátta sem að rís upp úr einhverju miklu grasrótarstarfi undirsettra eða fátækra eða kúara, heldur þetta yfirleitt barátta sem að sprettur innan úr hópum sem að eru að einhverju leyti ágætlega staðsettir og ég tel að það hversu mikinn árangur þessi Vogue-barátta hefur náð í að fá samfélagið til þess að svona viðurkenna Vogue-gildin sem hinn réttu gildi sé sönnun á því að þetta miklu leyti barátta sem að kemur frá fólki sem að hefur þegar bara ágætan status í samfélaginu vegna þess að það yfirleitt ekki þannig fyrir raunverulega marginalisirað fólk, kúað fólk, efnahagslega jaðarsett fólk að það geti á svona stuttum tíma náð svo miklum árangri að þeirra svona stemning nái að permeata bara allt eins og við sjáum núna. Ég meina Vogue hefur